Þetta sé orkudrykki sem bjarga jörðinni. Nei, ég er að segja að maður getur ekki bara, maður þarf að horfa líka á björtuhliðina. Já, 100%. Bitches vita alveg hver ég oh my god. Já, ég í flóni, bitches vita, oh my god. Orkudrykkir eru eitur. Já, saman. En ég samt slýsast alveg til að drekka það. En finni ekki hvað þetta mikill viðbjóður. Að drekka mikið af þessu, maður verður bara eitthvað húður svona fyrr og... Ég hef heyrt að það var ófást margir renniskít bara. Já. Það hef ég oftast heyrt. Já. Eða, já, upp úr eða niður eins og þú nefndir aðan. Hvað drekki ég mikið? Ég andurs bara einn eða minna í mánuði, sko. Á meðan til. bekkjarsystkini mín eru sko 1 til 2 á dag. Já, ég er það, sko. Ég er veikur fyrir fiskidrykkjunum, sko. Já. Hann er góður. Ég finnst rosa mikið búið að endurmarkaðsetja bara orkudrykki. Það var rosa mikið, þú ert að fá þér það, þú ert í tölvuleikja LAN-i nótt, þú ert að fá þér þannig orkudrykki. Svo núna er þetta orðið miklu meira svona í kringu, þú ert að gera eitthvað íþróttatengt eða ert að fara í ræktina og færa þér orkudrykk með því og það er svona auglýst eins og það sé voða málið. Ég var búið að tengja þetta við heilsu. Já, og tengja þetta við heilsu. Það er nærmast börnunum, sko. Litla systir mín er 10 ára og hana langar sko, henni finnst svo cool að drekka nei, ég ætla að byrja upp á ný. Litla systir mín er 10 ára, hún elskar ónefndan orkudrykk af því allir eru að drekka þennan ónefnda orkudrykk þannig að hún lætur mér alltaf kaupa koffínlausan bara svo hún geti verið með hann. Gott hún sé meðvitið þess að. En það segir hvað þetta er grilla, maður byrjar að kaupa koffínlausa orkudrykki. Já. En tilgangur orkudrykki með þessi koffíni, það er bara út af búið að markaðsetja eins og þetta sé. Næs. Ég var í hádegisli í dag þannig ég fór yfir í Kringluna og ég labbaði inn í Bónus og þá var ónefnt orkudrykkjafyrirtæki að gefa svona samples. Bara vissi náttúrulega að allir úlingarnir eru að koma yfir í Kringluna og þeir voru bara gjör svo vel. Bara eitt sopa þá? Já, bara svona glas. Líka þú veist hverju markhópur þeirra, ég veit það ekki. Ef þetta eru einhverja barnastjörnur, þá, þú veist það er ekki að banna það en þau vita það bara sjálf sem eru það að snappa þig kannski. Þau eru að reyna að fá börn til að drekka þetta. Þú veist það er líka margir samfélagsmiðlastjörnur sem er ekkert endilega eitthvað svona hei, sjáu þetta, ég er frá nýjan drykk. En margir eru bara eitthvað svona hei, ég er að drekka þetta núna. Ekkert eitthvað svona þrýsta í, náttúrulega ósjálfrátt að þrýsta á aðra en samt ekkert eitthvað svona hei, fáðu þennan í búðum. Sumir eru að því en það eru margir sem eru bara eitthvað svona sponsaðir og drekka það bara og láta sjá sig drekka það. En er ekkert eitthvað svona til að fáðu þér þetta. Æ, fattu, Já. Það er rosa erfitt að, mér finnst það svolítið erfitt fæðing að foreldrar séu rosa mikið að eipsita yfir einmitt þá sem er að auglýsa og eitthvað svoleiðis og yfir þá sem er að framleiða þetta þannig séð af því að það er ekki bara betri fræðslu að fólk viti, krakkar yngri viti af því að maður veit alveg þegar maður er komin. Er ekki bara framboð og eftirspurn, þú getur ekki verið fúll út í, þú veist, ef það er verið að kaupa þetta, þú getur ekki verið fúll út í þeim sem verið að selja þetta og markaðssetja þetta. Nei, náttúrulega ef þetta væri eitthvað alveg, ef þetta væri bara eitthvað fíkniefni. Já, við erum ekki að ganga svo langt að banna auglýsingar á orkudrykkjum. Nei, það sé að segja, þannig að það er kannski frekar þá bara verður maður að fræða einstaklingin ef hann er ekki átt að segja því hvað hann er að fá sér. En mér finnst aðalega sko gleymast í umræðinu við skaðsemi orkudrykkja að nú er enginn að fá sér kaffi lengur. Það er ekki, fólk er ekki að kíkja í bolla og það er að mynda svo góðar umræður og það er fólk bara kaldur vetrardagur og maður að hlýja sér yfir heitum bolla sko. Þessu orkudrykkirnir þeir eru náttúrulega bara sætir og kaffið er beist. Ég held að þetta sé líka til þess að fara að krökkum er náttúrulega bara því þetta er sætt á bragðið, skilurðu. Þess vegna elskar krakkar þetta. Það fíla ekkert margir kaffi á okkar aldri, mínum aldri. Nei, það er rétt. Svo í dag líka, þú veist, það er alveg margir sem að vita eins og til dæmis orkudrykkir og veip og sígarettur. Ég er ekki líkið svo saman, enga veginn, en þú veist, þetta er bara svona ánægilegt og allir vita þetta er, já, þetta er allt eitur. Þú veist, þetta er allt skaðalegt, skilurðu, frá þessum skala og þú veist, úlingar í dag, þú veist, það eru mjög margir sem finna bara fyrir svo mikið sjálfseyðingahvöt að þeir bara... Já! Nei, í alvörinni. Já. Það eru mjög margir sem eru bara eitthvað svona, gera þetta bara til þess að vera bara eitthvað svona... Það er bara gaman að íta undir. Já, íta undir það, skiljum. Nei, mér finnst bara gaman að íta undir það sem þú ert að segja. Já, takk kærlega fyrir það. Þannig þeir eru bara eitthvað að drekka sig í hel á orkudrykkjum. Nei, þú veist, bara gera líkamann sínum illt viljandi, ef það þeirri. Já. Sem er ógeðslega sorglegt, en það er mjög mikið um það í dag. Þjáningin skapar meistarann, sko. Maður kemur sér klálega í vítaringa sem maður þarf að fá sér eitthvað
koffín ef maður er að sofa lítið yfir höfuð, en Bara ómikið álag, það er bara alltaf mikið í gangi í skólanum og félagslífi bara, þannig að já, þetta er í alvörunni bara þreyta og streita, lítill svefn og svona, en ég held að verða að komast af án þess.